Heil og sæl öll sumul. Til hamingju með daginn. Og takk Salvör. Virkilega vel gert. Eftir þitt erindi var eiginlega bara ástæðulaust að ég kæmi hérna. En þetta, eins og Dagur nefndi, þetta búið að hvíla á mér árum saman, þetta málefni, hljóðvist í umhverfi barna og hljóðvist í leik- og grunnskólum. Ég skal reyna að vera eins fljótur eins og ég mögulega geta því það eru margir á mælendalistanum. Ég var á vinnuvistfræðiráðstefnu í Kaupmannahöfn 2006 og þá talaði Kjell Friðins, læknir og jenefoska. Ég veit ekki alveg hvernig íslenskir læknar þýða það á góðri íslensku, þannig að ég læt það bara standa þarna. Kjell Friðins sagði, það er svo sem allt í lagi með fullorðna fólkið, en börnin eru frábær. Og svo notaði hann 20 mínútna lykilfyrirlestur til þess að rökstyðja þetta. Og ég ætla að gera það bara í örstuttu máli ef að við lítum á líðan einstaklings á tveimur ásum, á lárétta ásnum virkni hans, frá lítilli virkni til mikillar virkni og svo á lóðrétta ásnum viðhorf frá neikvæðum til jákvæðra. Þá vitið þarna niður í horninu að ef við stöldrum þar, hvort sem eru börn eða fullorðnir, þá er stutt í þunglindið. En það sem Kjell Friðins átti við með þessu, að börn og fullorðnir rata í þetta ástand, en börnin eru frábær vegna þess að þau rífa sig út. Þau verða óþekk, þau fara að gráta, þau vekja athygli á því að þeim líður ekki vel og fá hjálpina. Ég bý svo vel að tvíburabróðir minn er yfirlæknir á BUGL og hann sendi mér þessi opinberu gögn fyrirlestur Gísla Baldurssonar læknis lyfjagjöf til barna á Íslandi í samanburði við Svíþjóð. Og ég er ekki læknir en ég kann að lesa súlrit og það er hrikaleg staða í lyfjagjöf til barna og ungmenna hér á landi. Við erum miklu meiri lyfjagjöf heldur en í Svíþjóð. Og þess vegna spyr ég, getur verið að við séum að meðhöndla erfiðar aðstæður barna með ofvirkni og geðlyfjum hér á landi í stað þess að taka utan um þau og bæta umhverfi þeirra. Eins og Dagur nefndi, ég er búinn að vera áratugum saman í þessu. Ég er 2 barna faðir og mér þykir óhemju vænt börn. Þau eru frábær og þau eru framtíð okkar. Börnin mín voru í leikskóla, frábærum leikskóla, Sæborg við Staðarhaga. Og af því að Umhverfisstofnun hefur sett út leiðbeiningar þar sem þau setja ábyrgðin á börn og fullorðna, á foreldra og kennara að koma með ábendingar hljóðvist. Þau eru ekki menntaðir hljóðverkfræðingar. Þarna í Sæborg var ómögulegur salur þar sem börnin var að leika sér, allt og hljóðmikill og ég kvartaði yfir þessu á foreldrafundi og leikskólastjórinn sagði, ertu ekki hljóðverkfræðingur, getur ekki komið með tillögur. Og ég gaf Reykjavíkurborg ráðgjöfina, ég kom og mældi og við settum upp hljóðplötur sem að kostaði Reykjavíkurborg einhverja 1000 kalla og það var allt annað ástand. Og þetta var eins og Salvör nefndi, það að gera hljóði gott í leikskólum og grunnskólum þarf ekki að kosta mikið. Ég beitti mig fyrir sérstakri ráðstefnu verkfræðingafélagsins hljóðunum skóla og fékk eitt færasta Norðmanninn til að koma til þess að sýna okkur regluverkið í Noregi sem var okkar regluverki miklu framar. Nú svo skrifaði ég stofnunum og þingnefndum og ráðherra og þetta tókst á endanum. Það er svo Toyota segir, engin vandamál, bara lausnir. Og það kom ný byggingarreglugerð og nýr hljóðstaðall og núna höfum við regluverk sem er sambærilegt við nákvæmlega þjóðir okkar og núna er bara að fara að fylgja því betur eftir. Ég hef haft samband við umboðsmenn barna í gegnum árin eins og Salvöru og Þórhildi Líndal og Ingibjörgu Rafnar og ég er rosalega þakklátur þær tóku mér allar mjög vel og það skiptir máli. Og umboðsmaður barna eins og ég nefndi við Salvöru hefur mikilvægu hlutverki að gegna í þessu máli eins og fleirum. Og ég er líka þakklátur fyrir samskipti við Vinnueftirlitið og Umhverfisstofnun. Þá kem ég að máli sem að ég kallaði þarna hljóðvist í umhverfi barna. Ég hef verulegar áhyggjur á þéttingu borgarinnar. Við erum að byggja íbúðarhúsnæði allt of nála stofnbrautum. Og þannig tilvitnun í norska reglugerð þar sem ekki má byggja íbúðarhúsnæði á rauðum svæðum. Þar sem hávaði er yfir 65 desibel. Núna er ég að heyra áform að við ætlum að byggja bláu svæðum. Það sem eru 70-75 desibel. Og hvernig á fólk að sofa í þessu umhverfi? Vil ég segja mig það? Ég vona að þetta verði tekið til skoðunar og ég hef sérstakar áhyggjur af því að ég er að heyra
að fasteignafélag hér í bæ ætla að fara að byggja íbúðarhúsnæði alveg við Gangstéttarbrún, Miklubrautar og Kringlubrautar við gatnamótin. Það er bæði loftgæði og hljóðgæði sem bara alls ekki hentug þar fyrir íbúðarbyggð. Það verður miklu nær að byggja atvinnuhúsnæði þarna næst götunni. Hérna kemur svo, ég ætla að reyna að fara hratt yfir til þess að ég taki ekki allt of mikinn tíma. Hérna eru mælingar Vinnueftirlitsins frá 2006 sem að Sigurður Karlsson, forveri Sigurðar sem talar hérna á eftir, leiði mér góðfúslega benda á. Ómtími eða hljómlengd rýma eru með ákveðnar kröfur, þær voru ekki nógu góðar og það var bara þessar rauðu kúrfur þarna, eða rauðu stöplar segja bara að þetta allt og víða, allt og hljómmikið húsnæði. Og það sem við skorta aðgerðaáætlun og hljóðmælingar og kortlagning ástandsins og rannsóknir eins og Salvör nefndi. Þetta eru leikskólarnir. Þetta eru kennslustofunar. Og tala nú ekki leikfimisalina og sundahöllinnar. Það hægt að gera miklu betur. Og þetta þarf ekki að kosta svo mikið. Svo sjáum við hérna skammtamælingar, þið vitið hvað það er, þá settur hljóðnemi á starfsmann og hann ber hljóðnemann allan daginn og svo lesið af mælinum og skoðað í hversu miklum hávaði þessi starfsmaður var. Að því vinnuvöndin, hún næri við starfsfólk leikskóla en ekki börnin. Því miður. En þarna leikskólarnir með 85 desibel. Þetta þýðir það að það ætti í rauninni að vera heyrnarhlífaskylda. Þetta við efri viðmiðunarmörk við notkun heyrnarhlífa. Kennslustofunar litlu lægri og leikfimisalinnar og sundhallarnar enn verst. Hvaða máli skiptir þetta? Hávaði í umhverfinu hefur verulega áhrif á okkur, eins og Salvör nefndi, bæði á börn og fullorðna og hún hefur áhrif á líðan, heilsufar og námsgetu. Snillingarnir Evans, Bólingar og Hauke ruku til þegar fréttaði þetta flytja flugvöllin í München, mældu börn við gamla flugvöllin og á nýja staðnum fyrir flutningin og skoðuðu svo breytinguna. Og þeir sáu strax breytingu við nýja flugvöllin þegar hann kom í tiltölulega kyrrlátt hverfi að það hækkaði blóðþrýstingur barna sem á styrkur streituhormóna í blóði, bæði styrkur adrenalíns og noradrenalíns. Það sem svo við nýja flugvöllin þá kvörtuðu börn yfir minni lífsgæðum, námsárangur eru lakari en samanburðarhópa. Þá kemur líka mjög mikilvægt atriði í þessari rannsókn. 18 mánuðum, 1,5 ári eftir að gamli flugvöllur var farinn, voru streituþættirnir ennþá í börnunum. Þannig ef við komumst í streitu ástand, þá eins og gangi hægt að ná því tilbaka. Og svo náttúrulega segja rannsóknir að börn sem búi í háværu umhverfi, það styttri í þeim þráðurinn og þau gera fleiri villur í prófum en þau sem búi í hljóðlátu umhverfi. Þessi ómtími eða hljómlengd rýma, hvaða máli skiptir hann? Þarna annars vegar tími 0,4 sekúndur og hins vegar 1,2 sekúndur. Nemendur með góða heyrn í betri húsakynnunum skilja 93% af sögðu orðum kennara. 73/4 ef það 1,2 sekúndur. En þá komum við að nemendunum með skertuheyrnina. Þau skilja 3/4 í góðu aðstæðanum en innan við helming þar sem ástandið verra. Og svo furðum við okkur á að börnin séu óþekk. Hvað áhrif hefur þetta líka á hljóðstíð? Það að hafa gott hljóðdeyfiloft og jafnvel hljóðdeyfing á veggjum líka. Betri aðstæðurnar hérna 0,5 sekúndur og svo verra 1,5 sekúndur. Ef að börn væru vélar, þá myndi við endurbæturnar hljóðstíði lækka 5 desibel. En af því að við erum hluti af umhverfi og umhverfið hefur áhrif á okkur, þá getum við lækkað hljóðstigið inn á leikskóladeild 10 desibel með þessari lækkun í ómtímanum. Og það munar minna. Hérna kemur slæða, sem náttúrulega allt of smár texti, en þetta eru svo mörg gullkort þarna að slæðurnar mínar eru komnar inn á tölvuna hjá Heyrnar- og talmeinastöð, þannig að þið getið nálgast þær. En þetta eru úr nýsjálfensku rannsóknum og þarna verið að vekja athygli á því að börn eru inefficient listeners, sem sagt þau eru að læra tungumálið og þau geta ekki getið eðurnar þegar þau heyri ekki. Og þarna vakin sérstaklega athygli á samhengi á milli hljóðstirs og hljóðvistar og hegðunarvandamála. Og líka þetta að í Bandaríkjunum talað að 20% barna séu í verulegri hættu vegna erfiðrar hljóðvistar. Þeir segja 15-20 í Nýja-Sjálandi.
og ég hugsa að sé svipað hér á landi og við þurfum að hugsa þessi börn. Hérna kemur, ég ætla ekki að stoppa lengi við þetta, en við vorum hljóðhönnuðir í Dalskóla í Reykjavík og það sem sagt, í fyrsta lagi sýnir bara að við getum reiknað nokkuð vel, við mældum og reiknuðum, en það að ná þessu niður í 0,4 sekúndur mjög erfitt þessum ómtíma, við náum 0,5, en það sem þarf líka að skoða fjöldi í bekkjardeild. Þessar slæður eru þarna, ef einhver vill kynna sér þetta betur. Það mjög víða sem við mælum í leikskólum, það sem við sjáum bara strax, það hefur engin hljóðhönnun átt sér stað. Þarna sýndur mældur ómtími eftir tónhæð og það algjört lykilatriði í umhverfi barna og fullorðina að ómtíminn sé sér jafnastur yfir tónsviðið, þannig að það bjægi ekki. Þannig að röddin mín hljómi eins í metersfjarlægð eins og þvert yfir salinn eða rýmið. Hvers vegna það mikilvægt? Vegna þess að við heyrum í mynstri. Þið heyrið mynstrið í röddinni minni, þið vitið þetta Ólafur Hjálmarsson sem talar og þið þekkið orðin. Og þegar það góð hljóðvist, þá verður upplýsingainntakan algjörlega áreynslulaus. Þegar þið komið í húsnæði eins og Hallgrímskirkju, þar sem að hljómurinn allt of langur, þá bjagar rýmið og þá mynstrið ekki hreint og við förum að nota vitsmunina til að fletta upp í gagnabankanum okkar og við verðum dauðþreytt á augabragði. Hérna hljóðmælingur matsal og þarna sjáum við að langur ómtími á efra tjónsviðinu sérstaklega óþægilegur þar sem eyrað næmast og þar sem glasaglamrið og hnífaparaglamrið og með mjög ódýrum aðgerðum, einhverjum 100.000 köllum, var hægt að laga það eins og punktalínan sýnir. Hljóðvist í skólum, hver staðan okkar stefnu við? Við erum að glíma við uppsafnaðarvanda sem að hluta byggir á ófullnægjandi húsnæði og að hluta til á breyttu umhverfi og kennsluháttum. Börn eru miklu lengur í skólanum en áður var. Nútíma staðalkröfur til hljóðhönnunar. Það á að styðjast eins og mögulegt við gæðaflokka A og B í stað lágmarkskrafna. En það verður að skoða skólamenninguna líka og fjölda nemenda í bekkjardeildum. Ég var hljóðhönnuður í Ringunarskóla á sínum tíma og þar hafði fræðslustjóri Reykjavíkurborgar ákveðið að bandarískri fyrirmynd að þetta vera 4 bekkjardeildir saman í einni kennslustofu. Og ég sagði við arkitektana, ég næ ekki að dempa þetta rými nóg, get ekki gefið mér einhverja verkfletti, ég fekk enga verkfletti og við náðum þess ekki nógu góðu. Og hvað gerist? Starfsmenn byrja að stúka þetta upp eins og þau mögulega geta og þetta ekki nógu gott. 4 bekkjardeildir í einu rými of mikið. Í Dalskóla í Reykjavík vorum við líka hljóðhönnuðir og þar lögðum við okkur mikið fram og ná góðri hljóðvist og þar eru 2 bekkjardeildir saman í einni stofu sem mjög skynsamlegra. Við hljóðuðum stofunar eins og við mögulega gátum og það svo til þess að börnin í svona rými eins og við fullorðna fólki í opnum vinnustöðum. Og rýmið þarf að þola það að við tölum saman á þess að það verði ærandi hávaði. En það svo dempað þetta umhverfi að Hildur skólastjóri talaði við mig og sagði við verðum að fá hljóðkerfi til þess að kennari geti talað við börnin öll í einu. Og ég var mjög hræddur við þetta því að amerísku hljóðfræðisamtökin mæla gegn notkun hljóðkerfa í kennslu. Og ég sagði við Hildi, það algjörlega útilokað mál að þið fara að nota þetta til lagastjórnunar. Hún lofaði því að svo var ekki. Þannig við settum hljóðkerfi upp og ég heyri ekki betur en að það sé ánægð með það. En það þarf að vaka yfir því. Þannig að þetta segir svolítið vandann. Og hérna segi ég, taka verður upp heyrnarskimun nemenda sem hluta af heilsufarsskoðun sem allra fyrsta hafi ekki þegar verið gert. Það mikilvægt að grípa heyrnarskertu börnin sem allra fyrst eins og Salvör var að tala og láta þau ekki bíða í 7 mánuði. Guð hjálpaði mér, þau eru að læra tungumálið og við erum með mikið af innflytjendum sem eru 2 og 3 tengdir. Hvernig að læra tungumálið ef þau eru heyrnarlaus eða heyrnarskert? Og ég talaði við Björn Víðsson hjá heyrnartækni og hann sagði tækninni fleytir fram og hann vildi meina að það væri tiltölulega einföld tæki sem væri hægt að kaupa fyrir skólahjúkrunarfræðingana þar sem við getum mælt heyrnina. Flóknari tilfellin þurfa náttúrulega að fara til sérfræðinga en það var hægt að grípa börnin fyrr. Og þá kem ég að mikilvægum punkti og ég rosalega þakklátur að hann Dagur hérna því að ég veit að hann vill vel og getur breytt hlutunum.
það svo mikill hljómur og mikill læti í skólunum eins og þið sáuð á þessum mælingum að það verður að tryggja næðisrými bæði í skóla og frístund fyrir öll börn og það þarf að útskýra fyrir börnunum mikilvægi þeirra og gera þau eftirsóknarvert. Það mjög mikilvægt vegna þess að ef þú ert í miklum hávaða þá skiptir öllu máli að komast í smá hvíld og ná að róa kerfin sín. Og hver þekkir ekki þegar börnin koma heim úr grunnskólanum eða leikskólanum, þau öskra. Og foreldrar segja getur ekki nota innröddina. En þau eru bara búin að vera í svo háværu umhverfi að þau átta sig á að þau þurfi ekki að tala svona hátt. Það þarf að ráðast í rannsóknir eins og Salvör nefndi. Og ég boðinn og búinn að taka þátt í þeim. Ef einhver vill nýta krafta mína. Og það þarf þverfaglegt samráð. Það þarf samtal á milli kennara og hljóðverkfræðinga og kerfisins, hvernig getum við gert þetta sem allra best. Og kortleggja ástandið. Það tiltölulega hagkvæm leið að mæla ástandið vegna þess að svona kúrfur eins og við sýndum ykkur með ómtíman, þessar kúrfur eins og röntgenmyndir fyrir okkur hljóðfræðinga en læknandi nota röntgenmyndirnar. Og það eru full rök fyrir því að byrja þar sem ástandið best. Við höfum verið hjá mínu fyrirtæki verið að fá erindi frá Reykjavíkurborg til dæmis og Kópavogsbæ og fleiri sveitarfélögum að bæta ástandið en mér finnst þetta svolítið tilviljunarkennt. Ég ekkert endilega viss að við séum að byrja þar sem ástandið best. Og við þurfum að skoða hvernig við höldum betur utan viðkvæmu börnin. Þau eru í sérstakri hættu og við þurfum að horfast í augu við það. Og samkvæmt Joan Valentine 15–20% barna. Það þakka ég fyrir mig. Já, við þakkum Ólafi Hjálmarsinni kærlega fyrir. Við